Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs, situr hér hjá okkur og við ætlum að sjálfsögðu að tala málmálana sem myndun ríkisstjórnar í landinu. Þeir hafa nú settið saman Geir Haarde og Jón Sigurðsson á fundum núna í 3-4 daga. Já. Við að reyna að endurnýja samstarfið þeirra. Lása lífsanda í, ég ætla nú ekki að segja orði sem mér kemur í hug. En telur þeim takist þetta verk? Já, ég hef alltaf svona á því. Mér sýnist vötnin vera farin að hníga í þessa átt, sem talsvert undrunarefni að mínu mati og auðvitað mjög mikið umhugsunarefni út frá úrslitunum og skilaboðunum frá þjóðinni. En það virðist vera, menn allir bara að velja átaka minnsta, þægilegasta en leið eiginlega metnaðarlausasta kostin, að láta þetta lafa áfram á annarri hjörinni eins og ég hef orðað það. En af hverju metur stöðuna svona? Já, mér finnst skrítið að þeir sætu yfir þessu ennþá ef það væri ekki, málið væri ekki komin í þá átt að þetta væri alvara. Það mikill ábyrgðarhlutur hjá Geir Haarde að bera ábyrgð á þessu nema að sé í alvöru að hugsa að láta þetta lafa. Því að smátt og smátt færist ábyrgðin yfir á hans herðar, það er þá hans sem að bjóða þjóðinni upp á Framsóknarflokkinn áfram, þrátt fyrir afhroðið. Já, en nú verðum við að sjá svona skilaboð sem virðast vera rætt úr grasrótinni í flokknum á svona bloggi og spjallvefum eins og bara mennur að skrifa greinar í blöð eins og Einar Sveinbjörnsson aðstoðarmaður. Það eru heilmiklar efasemdir í Framsóknarflokknum að halda áfram. Það hljótu auðvitað að vera það. Almennir flokksmenn og svona þeir sem vilja flokknum vel hljótu auðvitað að spyrja sig í forundran, getur það verið að forustan ætli að velja valdastólana, bara vinnuna, jobbin, fram yfir augljósa hagsmuni flokksins sem eru náttúrulega fólgnir í því að koma sér í skjól og stokka upp spilin, endurnýja sig og reyna að skapa sér framhaldslíf. Það gera menn ekki með því að halda áfram hel för af því tagi sem þessi ríkisstjórnarþátttaka að verða Framsóknarflokknum. En þeir hljóta að hugsa hagsmuni til dæmis formannsins, ég meina hann ekki einu svona þingi. Nei, vissulega ekki. Hvað á hann að fara að gera? En það en að vera ráðherra, ekki betra fyrir þá að hugsa þessu svo, við höfum miklu betri vígstöð að byggja okkur upp innan ríkisstjórnar? Nei, ég held að það sé mjög tvíbent og það ansi dýruverði keypt ef þetta snýst bara ráðherrastól og atvinnu handa Jóni Sigurðssyni, en það hef ég enga trú á því. Jóni Sigurðsson allir vegir færir og hann tók þetta verk að sér af ótrúlegri fórnarlund að því að manni virðist fyrir Framsóknarflokkin. Ég stakk nú upp á því annars staðar í morgun að þó það sé alltaf hæpið að fara að gefa öðrum stjórnmálaflokkur ráð, að Jón ætti bara að vera starfandi formaður flokksins í fullri vinnu við að byggja hann upp næstu misserinn, ferðast landið, ræða við grasrótina og undirbúa kynslóðaskipti og nýja framtíð fyrir flokkin. Það verkefni sem þarf að fara í. Það gera menn ekki önnum kafnir inn í ríkisstjórn sem þar á ofan með minnsta mögulegan meirihluta, þannig að það má aldrei neitt maður bregða sig frá og með alla þá vinnu sem því fylgir og svo framvegis. Og þetta blasir við valið sem Framsókn stendur þarna frammi fyrir eru annars vegar valdastólarnir og hins vegar hagsmunir flokksins. En heldur þú þá að sjálfstæðismenn hafi ekki efasemdir? Hvað heldur þú að forystumenn sjálfstæðisflokksins sé að hugsa? Út af fyrir þá má kannski einu gilda ef að þeir eru eingöngu að hugsa sig og sinn hag. Þó vil ég trúa því að þeir velti fyrir sér eiginlega bara álitssnekkinum sem það getur orðið sjálfstæðisflokknum að bjóða þjóðin upp á þetta áfram. Ég heyri það bara allstað það sem ég kem núna að fólk spyr í forundran, býtu hvernig þetta? Ekki hægt að losna við þessa menn? Alveg sama hvernig við reynum að kjósa þá af okkur í borginni eða í ríkisstjórn? Við sitjum alltaf uppi með þá, þó þeir fá ekkert fylgi. Og þá bara eina leiðin að þurrka það út? Fólk spyr svona eðlilega og ég held að lýðræðisvitund þjóðarinnar sé eiginlega misboðið ef þetta heldur áfram. En það ekki ríkir hagsmunir einmitt hjá þeim? Framsóknarmenn líta á ykkur sem sinn aðalanstæðing og sjálfstæðismenn kannski margir Samfylkinguna að halda einmitt þessum flokkum utan stjórnar og vera saman og láta svo Samfylkinguna engjast í innri átökum? Já, það getur nú verið allt eftir því hvort með líta til skammtíma hagsmuna eða langtíma hagsmuna. Mér virðist að vísu matið og ansi mikið litast eiginlega hjá öllum af núinu, af skammtíma hagsmunum. Ég bara inn í ríkisstjórn núna eða vera áfram í ríkisstjórn, hvað sem það kostar og skýtt með það sem verður að 4 árum liðnum. Við hugsum ekki svona við Vinstri græn og ég held að menn séu átt að sjá því núna að við hugsum langt fram í tíman og við erum ekki síður upptekin af því þegar við tökum okkar ákvarðanir hvað þjónar okkar langtíma hagsmunum og okkar málstað best.
Þannig að við getum samtímis reynt að hafa öll þau áhrif sem við getum, þar á meðal fara inn í ríkisstjórn ef það býðst á viðráðanlegum forsetum, en gleymum aldrei að við erum að byggja upp sterkt afl til framtíðar til að bera okkar málstað fram. Og þá getur stjórnarandstaða enn sinn verið prýðilegur kostur. Þannig að við erum í sjálfu sér, okkur allir vegi færir ef svo má orðið komast. Já. Við erum það sem hvílir fyrst og fremst á okkar herðum er spurningin hvað okkur skylt að gera ef það í okkar valdi að ákveða það vegna málefnanna, til dæmis möguleikana á að bremsa stóriðjustefnuna af með því að fara inn í ríkisstjórn ef það í boði, jável þó það verði mjög erfitt. Og þess vegna það sem við höfum án þess að útiloka samstarfi við Framsókn höfum sagt það líklegt að það verði mjög erfitt að ná því saman vegna málefnanna. Það snýst ekki það að við séum andstæðingur Framsóknarflokksins af því okkur sé illa við Framsóknarflokkin eða Framsóknarmenn. Þetta vegna þess að við erum höfuð andstæðingur stefnunar sem hann hefur keyrt fram. Já, það hefur verið orðrumur og meira sumir leyfa sér að segjast hafa staðfestar fregnir af því að það sé einhvers konar jafnvel viðræður milli ykkar og sjálfstæðismanna. Nei, það ekki rétt. Við höfum ekki hist við Geir Haarde nema bara í sjónvarpsþáttum. En svona næstráðendur? Já, fólk auðvitað eitthvað að tala saman eins og gengur. Ég hef þó lagt á það áherslu hjá okkur að við lítum hinum formlegu reglum og ég hef beðið okkar þingmenn að vera ekki að hringja út og suður vegna þess að það svona leiðilegur svipur á því. Það auðvitað alltaf einhverjir kanalar og ég veit til dæmis okkar sveitarstjórnarfólk talar saman, ég meina borgarfulltrúar í Reykjavík hittast eða forystufólk á sveitarstjórnarsviði. En eru aðrir forystumenn í ykkar þingflokki eða svona næstráðendur að tala við svona næstráðendur sjálfstæðismenn? Nei, það nú ekki mikið, svo ég viti til. En þó eitthvað? Já, auðvitað hafa menn eitthvað að tala saman. Við höfum fyrst og fremst gengið úr skuggum það að skilaboðin séu skýr og að þau hafi komist í skila. Ég get alveg upplýst það að við höfum tryggt að sjálfstæðisflokkurinn veit að við höfnum ekki viðræðum við þá. Það þurfti svo sem ekki að segja það því að við fórum í gegnum kosningabaráttuna þannig að við sögðum við útilokum engan möguleika fyrirfram. En við höfum lítið verið í því að senda tilboð eða eins og Samfylkingin hefur greinilega gert til Sjálfstæðisflokksins, við höfum ekki sendt slíkt tilboð. En við höfum tryggt að Sjálfstæðisflokkurinn veit að við höfum ekki útiloka samstarfi. En hefur Samfylkingin að þínum viti og með þínum viti, svo þú vitir, sendt hreinlega tilboð til? Já, það bara, ég bara heyri það og sé það í fjölmiðlum. Ingibjörg Sólrún staðfesti í útvarpinu í morgun að þau hefðu ekki fengið formleg viðbrögð við sinni nálgun, sínu tilboði til Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég get ekki lesið annað af því og ráðið annað af því en að Samfylkingin hafi með beinum hætti sendt þau skilaboð til Sjálfstæðisflokksins að þau hafi áhuga á samstarfi við þá. Reyndar strax á forsíðu Morgunblaðsins á mánudaginn þá kom þetta fram að Samfylkingin hefði nálgast Sjálfstæðisflokkin og reyndar gert það þannig að sjálfstæðismenn hefðu nú ekki tekið því neitt sérstaklega vel, en það önnur saga. En segjum svo að sjálfstæðismenn girnist ykkur og gagnkvæmt. Verður það eitthvað auðveldara fyrir ykkur að ná málefnalegri samstöðu með sjálfstæðismennum en Framsóknarmönnum? Nei, það ábyggilega mjög erfitt. Bara byrjum á stóriðum. Ég meina þeir bera jafn mikla ábyrgð á stóriðjustefnunni og þið talaðu stóriðjustöpp. Ætlið þið að fara suður í Helguvík og segja við Árna Sigfússon og hans félag á Suðurnesjum. Nú verður þið bara hætta við álver í Reykjanes en það ætla að fara að byrja að móka fyrir í Já, nú ætla ég nú ekki að fara að reyna að leggja upp samningsgrundvöll við sjálfstæðismenn hérna í útsendingu hjá þér og vil ekki fara inn í einstök mál í þeim efnum. En ég dreg engan dul á það að það eru mörg mál mjög erfið í viðræðum okkar og sjálfstæðismanna. Þess vegna það auðvitað eðlilega þannig að menn kannski telja það frekar fjarlægan kost. En þá geta aðrir hlutir gert það auðveldara eins og gott trúnaðartraust milli manna og svo framvegis. En í málefnunum verður það mjög harðsótt, það alveg ljóst því að við erum að mörgu leyti höfuð andstæðingarnir og enda flokkarnir í íslenskum stjórnmálum. En myndu þið ekki fara í slíka viðræður bara með þá bara kröfu sem ekki verður vikið frá? Nú verður bara sett stopp á Helguvík, á Húsavík og annað sem í þeim dúr. Það alveg ljóst hverjir okkar áherslur voru í kosningabaráttunni. Við förum alltaf í allar viðræður með það að markmiða að reyna að ná sem allra mestu fram. En það þýðir ekkert að fara fyrirfram með ultimátum, með úrslitakosti inn í slíka viðræður, þá getur mann alveg sleppt í. Þannig að þetta umsemjanlegt? Það bara þannig að allt er til umræðu í samskiptum milli flokkana og ég svara hvorki með já eða nei. Þannig að má semjum Helguvík og Nei, þú ert að oft túlka. Ég ekkert að segja hvorki já nei við því. Það alveg ljóst að við myndum, þetta væri væntanlega fyrsta máli sem við tækjum upp á borðið. Og svo kannski undirstöðumálin í samtíð við velferðarmálin.
það myndi ég gera ráð fyrir yfir 2 stóru málin sem við tækjum upp svona í byrjun. Já, myndir kannski segja að Helguvík væri bara of langt komin að það væri ekki of seint að stoppa hana? Ég meina ef að þannig að það er ekki tæknilega og lagalega hægt að stoppa hana, nú þá standa með frammi fyrir slíku. Við höfum alltaf sagt okkar áform að bremsa þessa stefnu af og stoppa það sem hægt að stoppa, það sem er tæknilega og lagalega hægt að stoppa. Síðan getur auðvitað skipt máli hvaðan orka kemur þá í það sem yrði kannski ekki hægt að stoppa. En er ekki bara búið að koma sem gera þannig fyrir að ríkisstjórnin hefur ekki beint stöðvanavald? Þetta eru orkufyrirtækin og sveitarstjórnir sem Ég ætla nú rétt að vona að það sé ekki þannig að þetta sé stjórnlaust, að það geti bara hvaða álfyrirtæki sem komið hérna og hafi frjálsan aðgang að landinu og stjórnvöld séu valdalaus í þeim efnum. Auðvitað er það ekki þannig. Og má við þá minna á að það er til eitt stykki fyrirtæki sem heitir Landsvirkjun og ríkið á Landsvirkjun 100%. Þannig þið myndu vilja beita henni alveg Fjármálaráðherrann hefur yfir henni að segja. Auðvitað er hægt að gefa Landsvirkjun fyrirmælum að láta Þjórsá vera. Að sjálfsögðu, ríkið á hana. Þannig að það er náttúrulega ekkit svona að það sé ekki hægt að hafa áhrif á þessi mál, að sjálfsögðu ekki. Og auðvitað gætum við alveg reynt að fara í þetta þannig við Framsókn líka ef væri að ræða viðræður við Framsókn og Samfylkingu. En ég bara og við höfum metið stöðuna þannig að það er geysilega erfitt fyrir Framsóknarflokkinn að nálgast okkur mikið í þessum efnum. Hugsum bara stöðuna fyrir norðan. Þar kemur Valgerður Sverrisdóttir á þing við 3. mann, bjargar því sem bjarga verður í afhróði Framsóknarflokksins, þá segja henni það til hróss, og hún er með álverið á Bakka sem aðal kosningamál sitt. Hún auglýsti fyrir sjónvarpið, Valgerður Sverrisdóttir, henni er treystandi til að klára það mál. Haldið að verði auðvelt fyrir hana með næstum hálfan þingflokkin úr sínu kjördæmi að bakka mikið í því máli. En heldur það auðveldara með Kristján Þór Júlíusson að segja nei? Það kann nú að vera að Kristján Þór Júlíusson hafi áhuga ýmsu fleiru, til dæmis álþynnuverksmiðju á Akureyri og Vaðlaheiðargöngum og svona, þannig að það er ýmislegt sem mætti skoða. En auðvitað þýðir ekkert Kristján að fara út í efnislega samningaviðræður. En það er önnur mál, eins og bara skattamálin. Sjálfstæðismenn boða skattalækkanir, þið boðið skattahækkun á fjármagnstekjuskatt. Hvernig er það að ná þar saman? Þið viljið RÚV bara tilbaka? Já, nú viltu aftur að ég fara að semja hérna við þig. Já, ég bara spyrir þig, er ykkur málefna verður ekki, hvernig ætla að brúa þetta á milli? Þetta er mjög snúið, mjög harsótt, það er alveg rétt. Enda höfum við engan dul dregið á það. Og þess vegna höfum við, en staðan er svo að það er nokkurn veginn jafntefli í íslensku stjórnmálum. Það er því miður tókst þetta ekki, þrátt fyrir hetjulega baráttu okkar að fella stjórnina og þrátt fyrir að við legðum allt okkar að mörkum innum stórsigur og bættum við 4 nýjum þingmönnum, þá tókst það ekki vegna þess að samfylkingin tapaði umtalsverðu fylgi og 2 þingmönnum, frjálslyndir héldu sjó og þegar féllum mörg atkvæði dauð hjá Íslandshreyfingunni. Þess vegna stöndum við frammi fyrir þessum aðstæðum að þetta er snúið og það eru engir góðir kostir í boði. Og það verður ekki mynduð starfhæf meirihlutastjórn í landinu nema annarkvor stjórnarflokkurinn komi inn í hana. En er þá líklegra þínum að Sjálfstæðismenn snúi sér að Samfylkingunni? Já, það er allt, auðvitað blasir það við að ef að þessi kostur gengur ekki þá er mikill þrýstingur á það, sérstaklega úr herbúðum Samfylkingarinnar, það liggur algjörlega fyrir og Samfylkingunni virðist vera það mikið kappsmál að keyra sig með einhverjum hætti inn í ríkisstjórn. Þau hafa jável sakað okkur að við höfum eyðilagt möguleikana á stjórn til vinstri sem er ekki rétt. Við höfum aldrei hafnað því að útiloka það. Og þú heldur þeim möguleika? Við höfum hins vegar sagt að það verði mjög erfitt. Það er bara algjörlega óbreytt stað í því. Nú þess vegna spiluðum við líka út þeim möguleika sem ég tel að hefði verið fullilega raunhæfur. Að það yrði hérna minni hlutastjórn á norræna vísu sem nyti hlutleysis og væri varin falli af Framsóknarflokknum fyrst sinn. Framsókn fengi tíma til að jafna sig, raða brotunum saman, endurskipuleggja sig og gæti jável mögulega komið inn í slíka stjórn síðar. Þetta allt saman eru fordæmi bæði úr íslensku stjórnmálum og frá hinum Norðurlöndunum. Borgaraflokkurinn var ekki með í ríkisstjórninni 88-91 fyrsta árið. Hann kom inn í hana hösti 89 þegar hann var búinn að taka á sínum málum. Þannig að það er ýmislegt mögulegt í þessu ef viljinn er til staðar og við útilokum engan þennan kost. Og það hvílir á öllu hinu nýkjörna þingi svo skylda að mynda landinu starfhæfa ríkisstjórn. Þú nefndir eitt hérna atriði á hann sem geti skipt miklu máli sem er trúnaðarsamband á milli með annað. Hvernig er samband ykkar Geirs Haarde? Það er gott. Við þekkjumst mjög vel, við erum búin að vera saman á þingi í 20 ár. Við vorum saman í Norðurlandaráði lengi. Geir kom meira inn sem varaþingmaður á mínu fyrsta kjörtímabil á þingi, þannig að við höfum nokkurn veginn verið samferða í gegnum lífið hvað pólitík snertir, nema bara alltaf sitt á hvorum vængnum. Og ég get alveg upplýst það er gott og traust samband á milli okkar eins og það getur verið milli andstæðinga eða keppinauta í pólitík
Ég tel reyndar að það sé líka mjög gott samband á milli okkar varaformanna og okkar allra, þannig að kemían eins og menn kalla það stundum eða líffræðin, fólkið, það held ég að ekki vandamál í því tilviki. Það eru málefni, nei, hún örugglega mjög erfið, hún gæti verið hættuleg fyrir Vinstri græna. En þetta ekki rauninni eini raunhæfi kosturinn fyrir ykkur þess að komast til ríkisstjórn? Nei, það tel ég nú ekki endilega vera. Ég tel að það væru vissir, það gætu verið fletir á stjórn sem lægi meira til vinstri, sérstaklega ef hún fengi að fæðast og verða til með réttum hætti. En svo vil ég bara segja það að ég ekkert sérstaklega upptekinn af því að fara endilega í ríkisstjórn. Okkur eru allir í vegir færir, líka í stjórnarandstöðu, að halda áfram að byggja okkur upp. En það er alveg ljóst að við erum tilbúin til þess að fara í stjórn. Við erum flokkur sem erum tilbúin til að axla ábyrgð og hlaupumst ekki undan því ef færi gefast að láta á það reyna þó í mjög harðskeyttum viðræðum væri hvort að við náum fram nægjanlega miklu til þess að réttlæta það að fara í stjórn. Að lokum, hvað heldur þú sé langt í það að þetta skýrist milli Geirs og Jóns? 1-2 sólarhringar. Þakka kærlega fyrir komuna að hátta þessi viðtalinu. Lokið og við förum yfir í veðurfregnir.